Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og hann helgaður sjómannadeginum eða sjómannadagshelginni, mætti eiginlega segja frekar. Ég vil minna ykkur á að við höldum lengra áfram á það að það fjölbreytt dagskrá í tengslu við sjómannadaginn hérna á N4 helgina og meðal annars ég allavega tiltölulega spennt fyrir því að við erum að fara að sýna ykkur nýtt efni störf í uppsjávarriðnaði sem hann Karl Eskil Pálsson hefur tekið saman. En þess utan þá ætlum við aðeins að kíkja undir yfirborð sjávar með honum Erlendi Bogasyni, kafara. Það verða fiskidagstónleikarnir sem verða á sínum stað og við sýnum líka auðæfi hafsins, svona svo eitthvað sé nefnt. En við ætlum að halda áfram og bregða okkur því næst í höfuðborgina, sjávarþorpið Reykjavík, en hann Sigurður Þorri Gunnarsson, Siggi Gunnars, hann hitti þar hann Guðmund og ræddum sjómannadaginn og hátíðina Hátíð hafsins. Guðmundur, getur ég byrjað kannski að segja ykkur bara aðeins frá sjómannadeginum? Af hverju erum við að halda sjómannadaginn á sunnudaginn næstkomandi? Ja, það náttúrulega löng og mikið saga á bakvið sjómannadaginn. Það fyrst til að taka 1935, senda skandinavískir loftskeytamenn bréf til Henrys Halldórssonar sem þá var formaður Félags íslenskra loftskeytamanna og leggja til að það verði einn minningadagur á ári drukknaða loftskeytamenn. En hann sneri þessu við og hugsaði af hverju höfum við ekki bara einn minningardag drukknaða íslenska sjómenn. Og það svo aftur í nóvember 1937 að 11 stéttarfélög Reykjavík og Hafnarfirði stofna með sér sjómannadagsráð sem þá fyrst og fremst tilgangurinn sá að halda einn minningardag á ári drukknaða sjómenn. Og fyrsti sjómannadagurinn svo haldið 1938 og tókst með miklum ágætum. Það voru þá 10.000 manns tóku þátt í hátíðahöldunum og þá voru Reykvíkingunum 34.000. Þannig að þetta vakti mikla athygli. En þeir sáu það þó eftir fyrsta sjómannadag að þessi samtökum myndi ekki hanga saman á því einu að vera með sjómannadag. Svo að í snemma árs 1939 sett á laggirnar stefnuskrárnefnd sem átti að finna annað verkefni heldur en bara sjómannadaginn fyrir þetta sjómannadagsráð. Þessara 11 stéttarfélaga í Reykjavík og Hafnarfirði. Og nefndi skilar af sér bara nokkrum vikum seinna og þá segir meðal annars í greinargerðinni hvað það sem að ríki og sveitafélög munu ekki gera í nánustu framtíð fyrir íslenska sjómannastétt. Og það að byggja elli- og hvíldarheimili fyrir aldraða farmenn og fiskimenn. Og það verður bara samþykkt, þetta verði annað tveggja markmið þessara samtaka. Og lögin eiginlega sem við styðjumst við frá þessum tíma, lög sjómannadagsráðs, og það hefur sáralitlu þurft að bæta við, eins og tíminn hefur breyst og allt í þessu umhverfi. Og okkur gefst tækifæri núna helgina að fara út á götur og fagna með sjómönnum á þessum sjómannadegi og það hátíð alla helgina, hátíð hafsins. Já, það á sér rætur þetta ekki þess sem ég sagði hérna áðan uppvöxt og hversu sjómannadagur gat farið niður og upp svona, í þáttöku og öðru. Við finnum það líka að ef eitthvað þá eru þessi hátíðahöld hér bara vaxandi hér í borg og fólk gengur að þessu sem eitt af fyrstu út í hátíðahöldum sumarsins og við vonum að svo verði að menn verði með sól í sinni og gott veður bæði laugardag og sunnudag. Já, mér sýnist að veðurspáin verið sér nokkuð góð og það dagskrá svona í gangi eitthvað fyrir alla eða hvað? Já, helja mikið dagskrá, Það laugardagurinn, það ýmislegt að gerast þá út á Granda. Við vorum nú svo heppnir að færa okkur frá miðbakkanum og út á Granda fyrir nokkrum árum síðan. Og þar mjög gott rými til þess að hafa þessu útihátíðahöld. Það sjóminjasafnið og það varðskipið Óðinn til sýnis og þarna íslenski fiskiskipaflotinn í hnotskurn, skipið sem gerir út frá Reykjavík, þau eru þarna við og við höfum verið Hafró hefur unnið með okkur að söfnun furðufiska. Byrja bara á því, bara eftir sjómannadag þá byrjað að fara að safna fiskum og síðan þetta hefðbundna á sunnudeginum, það náttúrulega
bein útsetning á Rás 1 milli 14 og 1500 þar sem bæði ræðuhöld og heiðranir sjómanna. Við erum búin að fá karlakoni fóstbræður í lið með okkur og það er mikið að vera og það sem við leggjum áherslu á. Það að gera þessa báða daga mjög barnvæna, fjölskylduvæna. Og við erum ekki að rukka fólk, það þarf ekki að vera með vestjöð og lofti uppi við hvert fótspor. Það ekkert svo við. Það getur keypt sér þarna en eiginlega allt sem þarna á boðstólum, það kostar ekki neitt. Og hvar þetta svona nálgast frekari upplýsingar þennan dag? Það á netinu? Já, það bæði þar á netinu, það bara haftíð.is og síðan erum við með miklar auglýsingar í blöðunum og svo þegar fólk kemur út á Granda þá fær það bara dagskrárna í hendurna þar líka. Og frá höfuðborginni þá skulum við skella okkur til Vestmannaeyja. Hann Sighvatur Jónsson, okkar maður í Eyjum, hann hitti þar formann sjómannadagsráðsins í Vestmannaeyjum. Sjómannadagshelgi byrjar í rauninni hérna á 5. þegar Árni Jónsson með tónleikana sína. Hann búinn að halda því upp í mörg ár og heldur enn. Það bara flott mál. Svo bara strax morgunin eftir þá er sjómannamóti í golfi, Íslandsmóti. Og það bara rosalega flott mót sem alltaf að stækka og mjög velegi vinningar og það bara virkilega góð þátttaka í því. Og það svona fram yfir hádegi og svo á dagskránni hjá okkur það togarar alveg eins að kalda. Það klukkan 6 í dag. Og það sett Bróðis brúveri, þeir framleiddu bjór sérstaklega fyrir sjómannadaginn og tileinuðu sjómönnum og hann fékk nafnið Togarinn. Það er svona skýrt í höfuðið á Ragga togara. Og það ekkert einhver öldungur? Nei, það bara unglingur. Hann er harður sjómaður, búinn að vera til sjós í mörg ár þó ungur sé sko. Og þeir tileinuðu bjórinn honum. Og svo bara Skonrock kvöldið. Hvað Skonrock? Skonrock bara hljómsveit sem hefur komið fram hérna undanfarið 5 ár á föstudagskvöldi. Biggi Nílsen þar fremstur í flokki. Og hann bara alveg til fyrirmyndar hjá þeim og það bara klukkan 10 í kvöld og þar verður eitthvað rokka fram á nótt. Svo dorgveiðimóti, við erum með sjómannafélagi Jötun og Sjóvi, sjóstakaveiðifélag Vestmannaeyja. Þeir halda svona dorgveiðimót á laugardagsmótninum fyrir krakkana. Það klukkan 11. Það bara mjög gaman að því og hefur alltaf verið mikið þáttaka. Og aðaldagurinn svo einn af aðaldögunum vantarlega laugardagurinn? Já, þar erum við með aðal skemmtunina á bryggjunni sko. Hún byrjar klukkan 1 og þar erum við með kappróður og kottaslag og karalókalaup og sjómannaþraut og alls konar bara. Það er mikið fjör á bryggjunni. Og hafið verið að þróa þennan dagskrárlið sérstaklega? Já, okkur fannst hann hafa dalað svolítið þessi skemmtun á bryggjunni og við erum svona búin að vera að lyfta því upp undanfarin ár og erum komin með eins og sjómannaþrautina einn aftur sem var alltaf hérna áður fyrir sko. Og það bara heppnaðist mjög vel í fyrra og mikil þáttaka og ég á vona að verði alveg jafn mikil þáttaka í ár. Og svo náttúrulega bara hátíðasamkoma á laugardagskvöldi hjá okkur í höllinni í Eyjum. Það koma sjómenn saman og borða saman og það skemmtun og ball á eftir. Og þetta orðin svona árshátíð sjómanna og fleiri jafnvel í Eyjum? Já, það má segja það. Þetta dagurinn sem sjómenn eiga og náttúrulega Vestmannaeyjar snúast sjómennsku meira og minna og það eru mikið fleiri heldur en bara sjómenn sem skemmta sig þessa helgi hérna. Þetta svona orðið tákn hjá okkur held ég. Hvað þá eftir á sunnudeginum? Sjálfum sjómannadeginum? Sjálfum sjómannadeginum. Þá náttúrulega sjómannamessa á morgninum sko. Og svo erum við með hátíðardagskrá klukkan 3 á sunnudeginum og þar eru heiðraðir sjómenn og þar kemur fram Lúðrasveit Vestmannaeyja og Karlakór Vestmannaeyja. Þeir gerðu nú frumraun sína í fyrra á sjómannadegi á þessari hátíðardagskrá. Þar verið heiðraðir sjómenn og þar eru veitt verðlaun fyrir alla skemmtunina á laugardeginum, kappróðurinn og kottaslaginn og fleira sko. Það allt. Og það líka veitt verðlaun fyrir golfmóti. Þannig að það allt
þarna á þessari hátíðardagskrá. Fimleikafélagið með sýningu og það er fjörið og það er upp á Stakkó, sko. En svo kannski að lokum, Halldór Ingi, af því að þið eruð einmitt í þessu starfi. Þið eruð ungir, þið eruð að endurvekja gamlar hefðir og komið með nýjungar. Hvernig sjáið þið fyrir ykkur að sjómannadagurinn þróist hér í Vestmannaeyjum? Við sjáum fyrir okkur bara að þetta verði alltaf gaman og við vonum að við getum haldið í þessi atriði eins og koddaslaginn og kappróðurinn og þessa gömlu sem hefur verið, þessa atriði sem hafa verið hérna í 20 ára. Það er nú bara okkar von að geta haldið því uppi og menn taki þátt í því. En svo náttúrulega ef að hugmyndaflugið í lagi þá kemur eitthvað nýtt líka. Sjáðu þetta fyrir ykkur sem bæjarhátíð, fyrir aðra en bara Vestmannaeyinga? Já, ég sé það alveg fyrir mér. Það er alveg fordæmi fyrir því hérna á Íslandi og það er alveg, ég held að sé full ástæða til að skoða það. Frá Vestmannaeyjum þá ætlum við að skella okkur yfir á Eskifjörð en það var hún Kristborg Bóel sem hitti þar fulltrúa í sjómannadagsráðinu á Eskifirði. En sjómannadagurinn á sér langa sögu hér á Eskifirði, ekki satt? Jú, það er sterk hefð fyrir sjómannadaginn hérna og hann er mikilvægur fyrir svæðið og hérna er bara stærsti hátíðisdagurinn á árinu. Það hlakka allir til sjómannadagsins og mikið aðkomum fólki sem kemur hérna, gamli árgangar, skólaárgangar og meira sem nota þetta tækifæri til að hittast. Þannig að þetta er alveg snilld, sko. En hvað er svona með sjávarútveginn í plássinu? Hvernig stendur hann? Stendur vel. Það er að bætast við núna. Það er verið að byggja frystihús hérna frá sem er alveg frábær viðbót við bæjarlífið og atvinnu í bænum. En þetta er bara alltaf uppleið. Hátíðin byrjar á 5. deginum þar sem við verðum út á Mjóeyri með afþreyingu fyrir krakka og fleira sem Sjósportklúbbur Austurlands verður með kajaka og seglbáta og fleira. Ásamt því að björgunarsveitirnar Eskifjörður og Reyðarfjörður verða að leyfa krökkunum að taka túr fjörðinn sem endar sem allsherjar grillhátíð þarna við búið Eskju og föstudeginum þá verða aðalatriðið sundlaugadiskó inn í sundlaug þar sem að krakkarnir geta komið og látið eins og vitleysingar bókstaflega. Hápunktur laugardagsins er svo götu þríþrautin sem er mikilvægur hluti af sjómannadeginum sem er hérna morguninn. Það er alltaf að fjölga því á hverju ári og ásamt því náttúrulega siglingin og tónleikar Eskju sem er daginn en kvöldið kl. 9 þar sem Reykján Ósk og Friðrik Ómar, Sigga Beintens, Eyþór Ingi og Reimur verða. Þannig að það verða stórt tónleikar búið Eskju og svo verður ballinn kvöldið með sama hólki. Þannig að það verður nóg að gera á laugardaginn, eitthvað fyrir alla.